Þegar við þáttum svona dæmi, þá sjáum við það að við erum með x í öðru og svo erum við þekktu stærðina -9. Og við sjáum að þessar stærðir, sem sagt x í öðru og -9, hafa engar sameiginlega stærð. Þannig að við getum ekki tekið einhver eina stærð út fyrir einn sviga. Þannig að við erum alveg örugglega að fara að þátta þetta í 2 sviga. Þannig að við hugsum þetta svona. Fyrst hugsa ég x í öðru. Af því að þetta margfeldi hérna kemur yfirleitt hérna fyrst fram. Þannig að x sinnum x gefur mér x í öðru. Svo sé ég að það er mínus hérna. Að það sé mínus á milli gefur mér þá möguleika að inn í svigunum sé annarkvort mínus og plús eða plús og mínus. Allt annað, til dæmis plús og plús, myndi alltaf gefa okkur plústöluna 9 og líka ef við erum með mínus, mínus. Ef við hugsaum regluna að mínustala sinni mínustala verði plústala. Þannig að hér erum við með plús og mínus og svo hugsaum við hver eru margfeldin fyrir 9. Það er 1 sinnum 9 og 3 sinnum 3. Og þegar við förum að reikna út á eftir, við sjáum að það er engin x í fyrsta veldi í þessu sem við erum að vinna með. Þannig að ef við myndum nota þetta, þá myndum við alltaf enda með einhver x. Sýn ykkur fram á akkur þetta er svona. Ég ætla sem þetta að velja 3 og 3, 3 og 3. En akkur er þetta svona? Og það er alltaf hægt að sanna sig í svona dæmi. Ef við höldum áfram og klárum bara, við sönnum okkur svona, klárum bara þetta dæmi aftur. Og þetta eru margfeldin á bakvið það. Þá myndi ég byrja að fá x í öðru mínus 3x. Og svo myndi ég fara að margfalda frá þristinum. Þá myndi ég byrja að fá hérna plús 3x. Og síðasta margfaldi mitt, plús 3 sinnum mínus 3, væri mínus 9. Og þetta er það sem skiptir svo miklu máli. Það er miðju þátturinn í þessu hérna. Af því við sjáum að ef við erum með mínus 3x og plús 3x, þá hlýtur það að detta út, af því að þetta eru 0x. Og loka niðurstaðan okkar í þessu er þá x í öðru mínus 9. Nákvæmlega eins og við byrjum með upphafi. En auðvitað þegar við svörum þessu dæmi, þá er þetta loka niðurstaðan okkar, en þessi útreikningur hér er leiðin okkar til að sanna að við séum að gera rétt.